Góðir Íslendingar, senn kveðjum við ár sem seint mun líða okkur úr minni. Ár viðbragða við stór áföllum ársins 2008, falli krónunnar og hruni bankana. Árið 2009 hefur meðal annars einkennst af mótmælum, stjórnarskiptum og kosningum til Alþingis og flestum hefur það verið ár sársaukafulls uppgjörs og endurmats. Samt sem áður reyndist það ekki að öllu leyti jafn slæmt og spáð var síðustu áramót. Atvinnuleysi hefur til dæmis orðið minna en búist var við og samdráttur í efnahagslífinu sömuleiðis. Árið 2009 var einnig ár mikilvægrar stefnumótunar á mörgum sviðum, ár breyttra viðhorfa og lífsskylda. Það trú mín að þegar frá líður verði þess ekki síður minnst sem tímamóta árs í þróun þjóðfélagsmála á Íslandi en árs kreppu og efnahagserfiðleika. Ársins þegar við Íslendingar sýndum að við gefumst ekki upp þó á móti blási. Mótlæti aldrei gleðiefni. Margir hafa orðið fyrir miklum áföllum vegna atvinnumissis, fjárhagslegra skakkafalla og rýrnandi kjara og slíku fylgja þungbærar tilfinningar sem erfitt getur reynst að vinna úr. Kenndir á borð við sorg, kvíða, reiði og vonleysi hafa við þessar aðstæður brotist út í hörðum orðum og hvatvísum dómum. En mótlætið hefur einnig fært okkur nær hvert öðru. Árið 2009 hafa verið unnin ótal afrek, sprottin af samkennd með þeim sem eigum sárt að binda og hjálparsamtök hafa létt undir með fólki sem ekki nær endum saman. Og inn á heimilum þorra landsmanna hafa gömul og góð gildi verið hafin til vegs og virðingar á ný. Gildi á borð við nýtni og nægjusemi. Góðir Íslendingar, oft haft á orði að við eigum saman tunguna, landið og samfélagið. En höfum við gætt þessara fjöregja sem skildi á undanförnum árum. Á litlum málsvæðum heyja menn baráttu við heimstungurnar. Þess vegna íslenskan baráttu mál. Íslensk tunga og verður undirstaða menningar á Íslandi og skapar okkur sérstakan tilverurétt í samfélagi þjóðanna. Því megum við aldrei gleyma. Landið okkar góða, loftslagið og náttúran hafa mótað okkur sem þjóð og við erum bundin því römmum taugum. Einnig þeir sem nú flytjast búferlum frá Íslandi í atvinnuleit vegna torveldra tíma. Landi kallar á okkur öll, þótt og ólíkan hátt sé. Sumum hugstæðust fegurð og hreinleiki náttúrunnar, aðri beina sjónum sínum fremur að nýtingu auðlinda til lands og sjávar. En víst að umgengni okkar landið, ásamt hóflegri nýtingu gæða þess, verður sífellt mikilvægara viðfangsefni íslenskra stjórnmála. Efnahagskreppan hefur beint sjónum fólks inn á við og fyrir marga það nánast ný uppgötvun hversu gjöfult Ísland Í ljósi skorts á hreinu drykkjarvatni á stórum heimsvæðum getum við Íslendingar meðal annars verið þakklátir fyrir þá dýrmætu auðlind sem fólkin í vatninu okkar. Vatnsskortur ein helsta orsök fátæktar og sjúkdóma í heiminum. Meira en milljarður manna býr við skort á þeirri lífsundirstöðu sem fólkin í hreinu vatni og hálfur 3. milljarður hefur ekki aðgang að vatni sér til hreinlætis. Hatramadeilur eiga þegar í dag rætur í baráttu aðgang að vatni og því spáð að stríðsátök nýhafinnar aldar muni fremur snúast vatn en olíu. Það ætti því að vera eitt af okkar brýnustu verkefnum að þessi ómetanlega auðlind, íslenska vatnið, verði skilgreind í stjórnarskránni sem almannaeign, engu síður en fiskurinn í sjónum. Og sem þjóð þurfum við að beina sjónum okkar að því hvernig við getum nýtt ferskvatnslindir landsins í þágu heimsins.
Það á einnig að vera markmið okkar og framlag til loftslagsmála í heiminum að skipta út kolefnasamböndum í orkubúskap þjóðarinnar og reka tól okkar að tæki á innlendri endurnýjanlegri orku. Þannig mættu Íslendingar olíukreppunni af framsýni á 8. áratug síðustu aldar. Það varð upphafið að virkjun jarðgufu og jarðhitaleit í stórum stíl sem sparað hefur þjóðinni sem samsvarar einni þjóðarframleiðslu 11 hvert ár. Tæknin færir okkur í hendur möguleika á að stefna að kolefnislausum orkubúskap á næstu áratugum. Vilji er allt sem þarf. Allir vilja búa í góðu samfélagi. Það gerur okkur sterk að þroskast í nærandi samskiptum við annað fólk. En þeir sem upplifa afskiptaleysi í æsku, hvað þá andlegt eða líkamlegt ofbeldi, eiga fyrir höndum erfiða daga. Þess vegna þurfum við að efla umræðu hvað einkennir uppbyggjandi þjóðfélag og hvernig fjölskyldur okkar, félög og fyrirtæki geta orðið góð samfélög. Í opinberu samskiptum og viðskiptalífi er nauðsynlegt að geta treyst á náungan og stofnanir samfélagsins. Allir finna þegar slíkt traust er ekki lengur fyrir hendi, en hrun bankakerfisins olli einmitt slíku trúnaðar rofi. Stjórnvöld einkavæddu bankana en megnuðu síðan ekki að hafa með þeim eftirlit eða gæta heildar hagsmuna landsmanna með stefnu sinni í efnahags- og peningamálum. Hinn mikilsverði þáttur, traustið, gufaði þar með upp á augabragði. En glata trúnaðartraust öðlast menn ekki að nýju, nema með því að sanna að þeir séu traustsins verðir skref fyrir skref. Íslendingum hefur ekki gengið sérlega vel að taka farsælar ákvarðanir á grunni samheldni og samvinnu. Umræður snúast fljótt upp í þrætur. Við deilum tölur og tökumst á fullyrðingar en sýnum tómlæti þegar hugmyndir og gildi ber á góma. Þess vegna var þjóðfundurinn í Laugardalshöll gott fordæmi. Þar var reynt að komast að því hvað sameinar okkur og hvaða sameiginlega veganesti við kjósum að hafa. Áhugaleysi hugmyndir getur beinlínis verið hættulegt. Hugmyndir eru máttugar, bæði til góðs og ills. Þær geta orðið hreyfiafl, frelsis og framfara, en þær geta líka fest okkur í spennitreyju, kreddu og tísku. Þannig hefur sú hugmynd leikið okkur grátt, að gróði og arður til hluthafa sé helsta stýriafl og drifkraftur fyrirtækja. Kjarni hennar er að hámörkum gróða og arðs tryggi farsæld og velsæld betur en allt annað. En við létum það viðgangast að stjórnvöld beygði sig undir þessa hugmyndafræði og stæðu álengdar á meðan hún sprengdi öll eðlileg efnahagsviðmið og ramma. Það er hörmuleg niðurstaða hins lánadrifna og skammsýna ofurkapítalisma sem Íslendingar reyndu sig við að stóru burðarfyrirtækin í atvinnulífinu urðu hvað verst úti í bankahruninu. Af þeirri dýrkeyptu reynslu má læra margt og einkum þetta. Ríki verður að setja skorðu við sérhyggju og markaðshyggju. Við endurreisnina á árinu 2010 skulum við krefjast ábyrgra fyrirtækja sem leggja rækt við það samfélag sem þau eru sprottin úr. Blómlegt atvinnulíf er keppikefli okkar allra og atvinnustarfsemi þrýst ekki án áræðni, áhættu og ágóða. En þeir eigendur og stjórnendur sem skilgreina hlutverk fyrirtækja sinna þröngt og svífast einskis til að hámarka gróða sinn eru lítilsvirði þegar til lengdar lætur.
Í upphafi nýs árs mun rannsóknarnefnd Alþingis skila viðamikilli skýrslu orsakir hrunsins á Íslandi. Nefndin hefur fengið dýpri innsýn í gangverk fjármálastofnana og stjórnkerfisins en nokkur hefur áður haft. Vonandi tekst henni að rekja orsakasamhengi og veita heildarsýn sem skýrir atburðarásina og sker úr álitamál. Boðað hefur verið að skýrslan færi okkur slæm tíðindi. Þeim skulum við taka með opnum huga, af auðmýkt, æðruleysi og yfirvegun og ekki sópa neinu undir teppi. Það getur hent flesta að gerast brotlegir en þá lykilatriði hvernig menn bregðast við. Þá reynir á manndóm og þrautseigju. Vonandi berum við gæfu til að læra af reynslunni, endurskapa traust og byggja hér upp betra og réttlátara samfélag. Gerum árið 2010 að ári uppgjörs, réttlætis og sátta. Glíma við ríkisfjármálin verður erfið á næstu misserum. Saman munum við sigrast á þeim vanda en fórnirnar sem færa þarf eru af þeirri stærðargráðu að lífskjör okkar kunna að færast í svipað horf og þau voru áður en allt fóru böndunum í offjárfestingu og gífurlegri skuldsetningu. Gleymum þó ekki að lítil eftirsjá að ýmsu sem einkenndi þjóðlífið á Íslandi í uppsveiflunni og gjarnan kennt við árið 2007. Eftir allsherjar eignargleði og eyðslu komið að gráum hversdagsleika skuldadagana sem bitnar jafnt á þeim sem tóku þátt í dansinum kringum gullkálfinn og hinum sem eyddu ekki efni fram. Nú skiptir höfumáli að fá aftur fast land undir fætur og ná öruggri viðspyrnu. Horfur á því að umskipti til hins betra verði á miðju næsta ári. Við skulum því árunum 2010 hefja nýja sókn til sjálfbærra og stöðugra lífskjara. Framundan á nýju ári eru viðamikil verkefni sem meðal annars snúast að ákvarða stöðu Íslands í samfélagi þjóðanna og tryggja okkur efnahagslegt sjálfstæði í traustu öryggissamfélagi með þeim þjóðum sem okkur standa næst. Það vilji þorra landsmanna að Íslendingar eigi opin og frjáls viðskipti og samskipti við aðra þjóðir, þannig hefur okkur ætíð vegnað best. Þessi áramót við hæfi að við stígum á stokk og sammælumst að gera allt sem í okkar valdi stendur til að koma landi og þjóð upp úr efnahagslægð og doða. Það væri stórkostlegt að geta minnst þess að 200 ár verða liðin frá fæðingu Jóns Sigurðssonar árið 2011 í fullvissu að framundan sé hagsæld og betri tímar. Góðir Íslendingar, ég þakka ykkur fyrir samfylgd og samvinnu, fórnfýsi og þrautseigju á árinu sem að líða og óska ykkur árs og fríðar.